Herðu, nú ætlum við að hringja til Bandaríkjanna, til hans Haraldar Sigurðssonar, jarðfræðing sem búið í Bandaríkjunum áratugum saman. Hann býr í norðausturhéruðunum, Nýja Íslandi. Það Bandaríkjunum margskipt, þannig að ég segi þetta nú bara til þess að hafa í huga. En það sem mig langar að vita, og ég ætla að gera það kannski svona á næstunni, að heyra í Íslendingum sem búa í Bandaríkjunum. Hvernig það að búa í ríki Trump, Haraldur? Getur þú svarað því? Hvernig líður þér í ríki Trump? Ég býr náttúrulega ekki í Nýja Íslandi, ég býr í Nýja Englandi. Já, Nýja Englandi fyrirgefðu. Já, það Nýja England og það sem sagt í Massachusetts, hérna sögðu við sjóin í Massachusetts. Nú, ég búinn að vera hérna í 51 ár. Ég reyndar lengur af því að ég var hérna, ég kom fyrst til Bandaríkjanna 1958. Bara sem unglingur og þá var ég skiptinemi og var þá í Vesturríkjunum í Oregon í 1 ár og þá kom Sputnik upp í loft og þá var allt vitlaust í Bandaríkjunum. Sputnik var eins og menn vita kannski, hérna geimfar sem ómannað sem Rússar settu upp og það sendi frá sér hljóð, bíp, bíp, bíp og allir Amerikanar heyrðu þetta og urðu hálf vitlausir og mjög andvígir Rússum. Þetta var svona, já, í byrjun kalda stríðsins og þá var ég hérna í 1 ár og kynntist aldrei þjóðinni. Svo kom ég aftur hingað 1974 og þá sem prófessor við háskóla hérna í Rhode Island, þar sem ég vann í 51 ár og hef kynst þjóðinni nokkuð vel á þessu löngu leið. Og ég kom til Bandaríkjanna á tímum Nixons og var nú ekki ánægður með stjórnmálin en ég lét mig hafa það af því að mér langaði til að vera, hafa þá vísinda aðstöðu sem var alveg frábær hérna í Bandaríkjunum til vísindarannsókna og ég lét mig hafa það gagnvart stjórnmálunum. Og þá var maður náttúrulega alltaf bjartsýnn og alltaf vona það að hlutinir yrðu betri og betri og maður var svona bjartsýnn alveg framöndu svona 1985 og síðan hef ég orðið frekar svartsýnn á gangmála hérna í Bandaríkjunum, hvað snerti stjórnmál og viðhorf. En á hverju ertu svartsýnn? Óttastu það að samfélagið sé einfaldlega að þróast eitthvað afgerandi í ranga átt? Já, mér sýnist það og mér virðist líka að það bara að menntun og hérna, mér finnst að fólk fylgist ekki vel með, það veit lítið hvað að gerast í raunveruleikanum og hérna hefur ekki mikinn áhuga á stjórnmálum, þáttaka í kosningum léleg og það hægt að blekkja fólkið svona þegar kemur einhver sjónvarpsstjarna fram á sviði sem að kann svona tökin af fólkinu að þá getur þessi sjónvarpsstjarna bara blekkt fólkið til að kjósa sig sko, eins og það gerist náttúrulega með Trump og þetta mjög alvarlegt mál að hvernig þetta hefur þróast og ég er bara hræddur og það margir hræddir hérna og þjóðin svona stendur á öndinni alltaf að bíða eftir því hvað Trump gerir næst. Til dæmis að vinkona mín sem býr í Queens í New York og hún býr nú reyndar í stóri íbúðablokk sem í svo í laginu og það er vegna þess að pabbi Trumps byggði þessa stóru blokk. En hún býr í blokkinu og þegar ég tala við hana þá segir hún að hún þorir ekki lengur að ræða stjórnmál af því að hún er svo hrædd. Og það eru hótanir og margir eru hræddir að tjá skoðanir sínar gagnvart í þessu ástandi sem núna er. Og ég ætti náttúrulega kannski að passa mig betur sjálfur en ég hef mikinn áhuga á stjórnmálum og reyna að fylgjast með eins og ég get. En það er náttúrulega löng saga hvernig þessi sjónvarpsstjarna náði völdum. En það er líka tengt hreyfingum sem að hafa í Bandaríkjunum og hreyfingur sem að byrja vegna þess að þeir vildu ná stjórn á Hæstarétti
og það eru stofnanir eins og Heritage Foundation sem að hafa mjög mikið fjármagn sem hafa unnið að því í marga áratugi að koma inn réttum mönnum eða þeim sem þeir telja réttir menn inn í Hæstarétt. Og þetta gerist síðast í sambandi við Clarence Thomas sem var Hæstaréttardómari. Og núna Hæstaréttur orðinn þannig skipaður að hann hlynntur Trump. Það búið að kaupa Hæstarétt. Og þá náttúrulega málin orðið nokkuð erfitt. En það má geta þess líka í sambandi við Clarence Thomas dómara að sá þingmaður sem að kom honum inn var reyndar Joe Biden á sínum tíma. Svo að þetta dálítið blandað svona ruglu saman stjórnmálin hérna. Svo að þetta lítur ekki vel út hvað mér snertir hérna í Bandaríkjunum. Já, Haraldur, þú lýsir svona sem finnst að vera svo tvær sögur. Annars vegar einhver svona breyting sem að þú finnst þú marka svona upp úr 85 að samfélagið sé að taka einhverja beygju eða fara inn á einhverja braut sem ekki góð. Og svo lýsir þú svona Trump-tímabilinum þar sem að virðist vera bara glundroði, þar sem að sjónvarpsstjörnur geta allt í einu verið kostað sem forsetar en er þetta sama sagan? Er Trump afleiðing af hvað við segja svona niðurtúr Bandaríkjanna? Ég held að með því segja það að hann kom inn þarna á réttum tíma sem sagt inn á þetta á tíma þar sem að stefna demokrata var frekar veik og hann kemur inn sem sagt af því að hann var þekktur fyrir sjónvarpsþátt að sem að hann var svona yfirmaður í einhverju fyrirtæki og var þarna sem sagt kom fram sem fasteignasali sem hann var í rauninni og pappans líka. Og það alltaf talað að hann hafi verið mjög transactional. Transactional orð sem nota mikið í en það sennilega svona framkvæmda stjóri, eiginlega bara má þýða transactional bara sem braskari. Þannig að það aðalatriði hjá þeim sem eru transactional að gera eitthvað. Það náttúrulega nokkuð meginn sama hvað að gera, bara að gera eitthvað til að vekja á sér athygli og það ekki skilaboðin sem skipta máli, heldur atburðurinn og sýningin sem skiptir máli. Og þannig það hjá honum. Hann fer út í eitthvað transaction eða framkvæmd og svo sér hann að það gengur ekki, þá bara bakkar hann og prófar aðra. En hann alltaf með einhverja bolta á lofti og til að vekja á sér athygli. Og það ekki sem sagt niðurstaðan sem skiptir máli, heldur bara framkvæmdirnar. Það meina það sé vonlaust fyrir okkur að reyna að ráða í það hvert Trump vilji stefna, hver svo niðurstað sem hann vill fá, að hún kannski ekki á borðinu eða? Alls ekki, ég held að hann viti það ekki sjálfur, hann bara breytist svona dag frá degi, svona. Það fyrir bara eftir því hvernig fólki tekur við og við sjáum það til dæmis með þetta brölt hans með tollana, að þetta ein aðferðin til að vekja athygli og rugla fólkið og það engin grundvallar stefna á bakvið neitt nema að halda völdum og auð og standa með þeim sem að styrkjan efnaðast fjárhagslega og náttúrulega frjálshyggjustefnan, hún ræður alveg þarna, svo að þetta er mjög mikið vandamál. En yfirleitt held ég að hann sé friðarsinni samt. Ég held að hann vilji ekki fara út í styrjaldavesen, svona, ég vona það og hann hefur frekar sýnt það ennþá, en
en hver veit hvað gerist. Já, það eftir að koma í ljós, hann nú frekar herskár í varðandi Gaza. En ég spurði upp að við hvernig þið liði í ríki Trump og ég var svona, ég man að þegar ég nokkur sinnum komið til New York og manni fannst stundum eins og borginni liði misjafnlega eftir hver væri forseti og þegar George Bush tók við, að þá fannst mér eins og borginni liði ekki vel með að hafa svona forseta, hafði liðið betur á Clinton tímanum sem væri svona passaði betur við bara atmóið í borginni. En hvernig þetta upp í Massachusetts? Er það, heldur að fólki í Massachusetts líði verr með að sitja undir Trump? Heldur það kannski fólki í Miðvesturíkjunum? Já, Massachusetts náttúrulega þekkt sem demokrataveldi og hefur alltaf verið. Kennedys, fjölskyldan býr hér og þannig að demokratar mjög sterkir hérna. Og þetta náttúrulega fylgir það sem að frelsisstyrjöldin kviknaði að byrjaði hér og þetta svona gamli kjarnin í Bandaríkjunum og það hefur ekki, ég myndi nú ekki segja að það hafi haft mikil áhrif ennþá sem sagt þetta brölt hjá honum Trump en það hefur haft þau áhrif að hér eru byrjuð töluverð mótmæli. Það byrjaði því að fólk sé farið að safna saman og mótmæla og byrjaði jafnvel að skipuleggja. Nú, demokratarnir sem slíkir, þeir eru bara alveg sofandi. Stjórn demokratarna, það er eiginlega ekki að í gangi hjá þeim. Það er alveg furðulegt. Það er eins og hafi orðnir svona slegnir við tap á kosningunum og þeir hafa bara ekki náð sér enn og ekki náð vopnum sínum. Og ger ekki neitt. Svo það er náttúrulega það sem vantar hérna algjörlega í Bandaríkjunum, að það er þriðji flokkurinn. Við höfum þessar tvo flokkar sem hafa stjórnað landinu síðan 250 ár en það er engin þriðji flokkur komist í gang og það vantar sósíaldemokrataflokk, sterkan og það er náttúrulega fólk sem er hérna í stjórnmálunum eins og Bernie Sanders og Alexandria Cortez sem að eru sósíaldemokratar og láta heyri í sér en það vantar alveg að skipuleggja sterkan sósíaldemokrataflokk að þriðja flokkinn til að rugla upp í kerfinu. Þetta kerfið með tvo flokka það er ekkert vit í því. Þau eru áberandi þau eru eiginlega á svona fundarherferð hafa verið það, Bernie Sanders og AOC og maður fær svona fréttir svolítið af því og maður getur hort á þetta bara á YouTube í beinni dagskrá og þeirra svona skilabóð virðist vera svona klassískt eiginlega samfylking gegn fasisma eiginlega ef maður ætti að horfa í söguna svona hvert þeirra erindi væri. En er einhver önnur mótmæli sem eru áberandi, einhver aðrir hópar sem eru að standa upp gegn ákvörðunum Trump og sem að það er valla til. Það er alveg furðulegt eiginlega. Það er engar hreyfingar meðal innflytjenda. Innflytjendur, löglegir og ólöglegir, þeir láta ekki að á sig bera. Þeir eru skítrættir en það er farið að senda úr landi innflytjendur, bæði þá sem eru löglegir og þá sem eru ólöglegir hér. Svo það er mikill ótti. Trump er búin að koma sér upp stórum fangelsabúðum í El Salvador, San Salvador, þar sem að fólk er sendt og á ekki afturkvæmt það sennilega. Svo að það vantar alveg kjarkinn og það er náttúrulega sömulegt eðlilegt. Fólk er bara hrætt. Það minnir bara á nasistan. Við megum ekki gleyma því að Hitler, hann var líka kosinn af fólkinu, alveg eins og Trump. Trump var kosinn af fólkinu hérna og það hefur kosið þetta yfir sig. Svo við bíðum bara til að sjá hvað gerist næst. En nú hefur það alltaf álitið verið svolítið svona alvarlegt skref í orðræðu að þegar maður líkir einhverjum við nasista eða Hitler. Hvað er það í stefnu og áherslum Trump sem að fær þið til þess að gera það? Já, það er náttúrulega bara, hann er eiginlega farin að hunska lögin. Hann er ekki, og stjórnarskrána. Það er náttúrulega það sem veldur miklum áhyggjum að
og líka meðferð hans á útlendingum og innflytjendum og hvernig hann grípur í taumana sambandi við efnahaginn. Ég hef náttúrulega mjög mikinn áhuga á styrkjum til vísindana. Það var náttúrulega það sem gerði Bandaríkin að veldi á 20. öldinni, að það var hvernig vísindi risu hér. Þegar litið á ferilinn, þá sjáum við það að strax eftir stríðið og jafnvel í stríðinu, að það var mikið af erlendum fræðimönnum og vísindamönnum sem flúðu til Bandaríkjanna. Gyðingarnir frá Þýskalandi á meðan á stríðinu stóð og jafnvel fyrir stríðið, þeir flúðu í stórum straumum til Bandaríkjanna og allt í einu eru Bandaríkjun orðin eitt stærsta vísindaveldi á jörðinni á bara fyrir hluta 20. aldarinnar og hefur vaxið síðan þangað til núna á síðasta áratug að það verður staðnað. Og núna er þetta kallað brain drain þegar vísindamennir flúðu frá Evrópu til Bandaríkjanna. Nú er komin öfugur brain drain, eða sem sagt heila streymi frá Bandaríkjunum til Evrópu aftur. Þannig að það eru margir sem ég þekki sem eru að leita, að velta fyrir sér hvort þeir ættu að fá sér stöðu í Þýskalandi eða Frakklandi eða Svíþjóð. Og læknirinn minn til dæmis, hann farinn, hann tilkynnti mér í janúar að hann ætlaði að fara til Nýsjálands og hann flutti til Nýsjálands núna í mars. Af pólitískum ástæðum? Af pólitískum ástæðum? Já, af pólitískum ástæðum, já. Svo er fólk sem farið sig yfir til Kanada og svo þetta er mikil breyting og það sem að gerast saman við vísindin að Trump að loka á sjóðina. Það hefur verið mjög mikil, það er náttúrulega sem að byrjaði vísindastarfsemin í Bandaríkjunum var einn maður sem hét Vannevar Bush. Hann vann fyrir Roosevelt, hann var svona vísindaráðgjafi Roosevelts í seinni heimsstyrjöldinni og svo vann hann fyrir Truman og hann skrifaði bók fyrir Truman vísindastyrki og kom á laggirnar vísindasjóði Bandaríkjanna. Og það gjörbreytti kerfinu það gerði það sökum að fjöldi vísindamanna frá Evrópu og öllum heiminum leitaði til Bandaríkjanna, þar á meðal ég. 1974 kem ég í stöðu í Bandaríkjunum vegna þess að hér voru bestar aðstæður fyrir mig í heimi til að framkvæma þær vísindarannsóknir sem ég hafði áhuga á. Og þó ég var ekki alveg sáttur við stjórnmálinu þá lét ég mig hafa það og naut vel að hafa þessar góðu aðstæður en núna þetta snúast við og þá hætt við að þetta er eiginlega fyrsta stóra merkið stöðnunna í Bandaríkjunum núna að það er þessi flótti. Já, mér fannst sláandi að þegar ég var að reyna að glöggva mig á þessum tollahækkunum hans að þá fór ég og leitaði upp í svona viðtöl við bara helstu hagfræðinga heiminum og leitaði bara á listum og leitaði að því að maður ekki alveg tíma til að bíða eftir ég sendi frá sér einhverjar ritrýndar greinar en ég var að leita svona viðtölum og það er náttúrulega ekki allir hagfræðingar sem að gefa sig fram í slíkt. En það sem var sláandi að náttúrulega voru þeir mikið andmæla hans ákvörðunum en það sem að mér fannst best sláandi verið að það var svo augljóst að þeir voru í engum tengslu við bandarísk stjórnvöld en hins vegar hafði stór hlutið þeirra verið í reglulegum samskiptum við kínversk stjórnvöld sem voru að leita svona leiðum hvernig mætti best haga efnahagnum. Þannig þá hugsaði maður býtu þá er bara lungin úr akademíunni, hann er eiginlega með betri tengsl við kínverska kommunistaflokkin heldur en stjórnvöld í Bandaríkjunum. Þetta er svona tilfinning sem ég fekk eftir að hafa gert þessa litlu svona könnun. Já, þetta er mörguleiti rétt. Þú hefur sennilega verið að horfa mikið á Jeffrey Sachs. Já, Jeffrey Sachs og miklu fleiri. Ég var ekkert að horfa mikið hann. Ég þurfti svo ekkert að kanna hvað afstöð hann hafði, Því hann er svo fyrirferðarmikill. En ég leitaði að öðrum sem til þess að reyna að átta mig á þessu, hvort það væri einhver svona einhvers vits í þessum hugmyndum á bak við tollahækkanir Trumps.
En þá sá ég þetta að menn voru í reglunum samskiptum. Ég náttúrulega ekki inn í hagfræðinni en það sem ég hef séð þá virðist ekki vera neitt fótur fyrir þessu ástæða til að standa í þessu tollavesinni og ég held að það sé bara eitt af þessum svona transactional hlutum hans Trump. Hann bara að gera þetta til að gera vesen. Svo bakkar hann með þetta stundum og bara ruggla fólki sko og þegar ruggla fólki nógu mikið þá getur ráðið. Haraldur, má ég spyrja einu að því að ég sitt hérna upp á Íslandi og maður er að reyna að glöggva sig á Bandaríkjunum en þar eru fjölmiðlarnir náttúrulega mjög sérstakir og það er bara þróun sem er búin að eiga sér stað lengi að með Fox News sem að koma inn á svona markaðinn ef við getum sagt það með svona tiltölulega afgerandi afstöðu og það hafði líka áhrif á hina þannig að það verður svona klofningur og svo þegar netið vex að þá er þetta enn frekar og þannig að manni virðist eins og að það sé eiginlega, það er engin vettvangur eða staður til þess að svona glöggva sig á því hver staðan er í Bandaríkjunum og í aðdraganda kosninga svona undanfarið, þá hef ég sagt þegar fólk spyrja mig hverju ég spái það sem ég bara get ekki sko, því að Bandaríkin eru bara svo stór og þau eru svo mölvuð og brotin að það er eiginlega engin leið á því að fá eitthvað svona skilning á því hver staðan er. Og ég hef sagt það líka við viðmælendur sem hafa komið hingað sem að bjuggu kannski í Bandaríkjunum fyrir 10 árum og 15 árum og 20 árum þá hef ég spurt á stundum heldurðu að þessi tilfinning sem að þú gast drukkið í því í Bandaríkjunum þá að hún eigi ennþá við í dag því að ég sé ekki betur en að Bandaríkjunum breytist bara svo hratt að kannski svo tilfinning sem að þú hafðir að hún eigi kannski ekki við í dag þannig að mér langar að spyrja þig sem að býrð í Bandaríkjunum og ert að reyna að glöggva það á stöðunni hversu auðvelt er það að eiginlega átta sig á því hver er pólitísk staðan í Bandaríkjunum? Það er mjög erfitt. En ég horfi ekki á sjónvarpið. Ég horfi ekki á stóru stöðvarnar, ABC eða NBS eða hvað það heita. Ég er alveg hættur því fyrir nokkrum árum. Ég fæ mínar upplýsingar í gegnum internetið á ýmsan hátt og það er eina leiðin eiginlega fyrir mig að það er gegnum internetið. Ég náttúrulega fer mikið í gegnum internetið til að ná vísindagögnum og vísindagreinum og svo reynir maður náttúrulega að finna upplýsingar, stöðvar og fréttaveitur sem ekki háðar stóra kerfinu en hafa ekki verið keyptar upp af einhverjum stjórnmálaflokkum en það er mjög erfitt að fá sannleikann og það er stóri vandinn. Þess vegna er það mjög auðvelt fyrir auðvaldið sem hefur keypt upp stóru sjónvarpsstöðvarnar að spila bara með fólkið. Og kjósendur eru ruglaðir sko. Ég verð nú að segja það sko, ég er nú ekki hrifinn af ástandi í fræðslumálum hér í landi skólamálum. Mér finnst að það skortir mikið þar og það er náttúrulega og hefur farið aftur hér sem sagt, ég var hér í skóla í 1 ár sem í menntaskóla á sínum tíma en það er mikið breyst fræðslukerfið og það byrja að taka mikið af bókum út af bókasöfnum sem vissa bækur sem að fólk má ekki lesa. Þetta er vitleysa. Svo það er mjög erfitt að vita hvað er að gerast. En ég geri það ekki með sjónvarpsfréttum. Ég les náttúrulega töluvert af dagblöðum, vissum dagblöðum, New York Times og Wall Street Journal, en þetta er vandamál. Já, þannig að það er í samfélaginu þá er sannleikurinn orðið samkomulagsatriði og kannski er ekkert annað samkomulagsatriði varðandi sannleikanum að við erum ekki sammála það hver hann er. Þannig að það er spurningu sko, hvar samfélagi á að geta komið saman til þess að geta mótað einhverja framtíðastefnu sem að einhver sáttur að kannski er það bara brotnað í samfélaginu með einhverjum hætti. Já, er þetta ekki bara sama á Íslandi? Ég er náttúrulega búin að vera hálfa öld í burtu en mér sýnist að það sé nú ekki mikið
ekki þessar klassísku fjölmiðla eins og voru á Íslandi þegar ég var alast upp. Það voru þarna nokkuð dagblöð sem voru bara ágæt mörgu leyti en það er búið. En einlega til þess að skilja svona ástandi eins og er að spyrja þig. Þú sér að hafa bera svona ugg í brjósti. Hvert gæti þetta þróast á vestaveg? Sko, það er eitt sem hefur verið hér lengi, alla tíð eiginlega, og það er það er hópur manna sem kallað Deep State. Deep State voru núverandi og fyrrverandi forsparkar eða formenn eða stjórnendur CIA, aðal leyniþjónustunnar, og forystumenn FBI, leyniþjónustunnar innanlands, og svona fyrrverandi ráðherrar og þetta er Deep State eða Blue State, sko. Þetta eru svona gamli kallar sem eru á bakvið tjöldin. Og það eru þeir sem er svona stilla upp forsetaefnum og taka stórar ákvarðanir svona bakvið. En nú er verið að reyna að eyða, Trump er að reyna að eyða og hefur tekist nokkuð vel að eyða þessu Deep State. Þannig að það vantar þetta akkeri sem að var þarna. Ég er ekki að segja að það hafi verið gott að hafa Deep State, en það var svona viss stöðuleiki í því. Að hafa þetta svona þessa leyninefnd svona bak við tjöldin sem að gat kippt í spottana. Svo þetta er mikið breyting sambandi við. Já. Þannig að þú þá það sem gæti þróast væri bara aukin upplausn í Bandaríkjunum. Mér sýnist það. Mér sýnist að ég er ekki bjartsýnn á það. Og engin leið að þarna fæðist einhver svona alþýðu stjórnmál, það sem að verður stjórnmál sem að snúast það hvernig samfélag almenningur helst vill og hvernig almenningur helst hefur hag af því að hafa samfélagið. Það er ekki von til þess að það kveikni þarna í Bandaríkjunum. Já, það er náttúrulega, ég held að Trump sé ekki maður, hann er ekki duglegur, sko, og hefur ekki mikið hugmyndaflug. Ég gerir nú ekki ráð fyrir því hann gerir mikið nema þetta brölt sem hann er í núna, en hann er búinn að marka sporin svona, þannig að þeir sem að koma eftir honum að þeir geta að haga sér á þennan hátt og haldi fylgni fólksins og farið inn á svona ranga brautir eins og er að gerast núna. Ég hef mikla áhyggjur af því, og að það vantar kraftin meðal unga fólksins. Ef þetta hefur verið að gerast svona kringum 1970 eða 60, 65, ég fór nú til Frakklands í Parísar 1968 og var þar út á götum og líka í London mikið á mínum árum 65 og á því tímabili að taka þátt í mótmælum og svoleiðis. En hér er bara unga fólki, það lætur ekki þeir í sér. Það er ekkert sem að ég býst ekkert við því að það verði komið fram neitt frá unga fólkinu samsagt því miður. Hvað snertir stjórnmálin. Haraldur, þú er búin að búa þarna í hálfa öld. Ertu ríkisborgari í Bandaríkjunum? Já, ég er það. Já. Ég er með íslenskan og amerískan passa. Já. Þannig að þú hefur kosið og þú kost ekki Trump? Nei, ég kýs alltaf en ég kos ekki Trump. Nei. En hvernig þær kosningar var frambjóðandi demókrata og svona aðdragandi inn að kosningunum hjá demókrataflokknum, var það algjört sjálfsmark og klúður? Hefðu þeir geta gert þetta betur? Það má kenna honum Biden það. Sko, Biden var formaðurinn, til dæmis, hann var formaðurinn í þinginu þegar að Clarence Thomas var settur inn í Hæstarétt. Og það er Biden sem setur Hæstarétt eiginlega á kollinn. Hann var engin stjórnmálamaður á þessum tíma og hefur aldrei verið klár.
Svo það var mikið vandamál sem að hann, svo náttúrulega þegar hann fer að eldast, að þá neitar hann að stíga til hliðar og að þvælast þarna, hefur ekkert erindi í forsetaembættið og að eldast þarna og ruggla bara og fór með þetta í vaskinn sem sagt fyrir demokrata og fyrir þjóðina og þá hefðu þeir náttúrulega átt að halda þing meðal demokrata að velja næsta forsetaefni, en þeir gerðu það ekki, heldur fóru þeir beint í Kamilu Harris sem forsetaefni og stiltu henni upp sem að var, við vitum náttúrulega hvernig það fór, en það átt að gera þetta allt annan hátt sem sagt, svo þeir klúðruðu þarna síðustu forsetakosningum. En þú sagðir áðan að vanta eiginlega þriðja flokkinn og mér heyrðist að þú vildir helst frá bara svona skandinavískan sósíaldemókratískan flokk. Er það raunhæft? Er ekki sósíalismi, er það ekki skammaryrði í Bandaríkjunum? Jú, það má segja það. Það er notað af mig. Af því að ég skrifaði einhverja á bloggi mínu fyrir nokkrum árum að sambandi við kísilverksmiðjur á Íslandi og deildi á þær og þá sendu þeir út agenda sem skrifuðu inn á Wikipedia bloggin, Wikipedia síðuna mína að ég var sósíalisti sem hefði unnið hitt og þetta svona og reyndu að koma slæmu orði á mig af því að það náttúrulega þýðir, eins og þú segir, það er dálítið skammaryrði eiginlega að kalla það sósíalisti. Það er ekki þeir sem að vilja byggja upp gott samfélag, heldur þeir sem vilja grafa undan því eiginlega hugmyndin í Bandaríkjunum. Eða þá þú ert handbendi erlend stórveldist sem að grafa undan bandarískum hagsmunum og bandarískri þjóðarsál. Þannig vilja þeir útlista sósíalisma. En þetta er náttúrulega rugla fólk, svo kallaði kommunisti, þeir kallaði Putin kommunista, það er náttúrulega algjör misskilningur og rugl, svo þetta er bara illa upplýst fólk sem að tala svona. Haraldur, takk fyrir að gefa þér tíma að spjalla við okkur sem við erum alltaf að reyna að skilja heiminn hérna og meðal annars Bandaríkin og það er bara því miður uppbúið í heimið þar sem er mikilvægt að reyna að skilja hvaða fyrirbrigði Donald Trump er og hvaða áhrif hann hefur á samfélagið. Það er stór nauðsynlegt. Kæra þakkir, beðið heilsa til Bandaríkjanna. En við höldum hérna áfram við rauðaborðið að reyna, eins og ég sagði áðan, að skilja heiminn. Það er næsti kaplir eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is